Já, komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og ég hér með góðan gest, Fjölni Sæmundsson, formann félags lögreglumanna og varaformann BSRB, er það? Já, það er rétt fyrsti varaformaður líka. Akkurat, ég myndi þetta rétt. Já. Ég er alltaf mjög ánægð með sjálfum mig þegar ég man svona titla, ég er að fara með svolítið marga svona daginn. Þú ert nú svona hingað komin svona aðalega til þess að bara svona, sitja fyrir svörum og svona velta fyrir okkur einhvern veginn sem svona stöðu lögreglunar, sérstaklega kjölfarið á máli Sigríðar Bjarkar sem nú er farin frá sem ríkislögreglustjóri. Þetta var auðvitað heilmikið mál og kom ans illa við ykkur lögreglumenn, ekki satt? Jú, það er alveg rétt. Þetta var auðvitað heilmikið mál og það er alltaf slæmt ef einhver hjá lögreglunni gerir eitthvað, eiginlega sami hvað stöðan er, þá kasta það rýrð á alla lögreglumenn. Ég hef til dæmis alltaf sagt að við verðum að taka mjög hart á brotum lögreglumanna að því að við viljum ekki hafa það orð á okkur, að við brjótum á okkur. Og auðvitað þegar ríkislögreglustjóri gerir eitthvað fór nú fram með fjárhagnum, einhverjar milljónir og svo náttúrulega þetta með þennan ráðgjafa, þá kastaði það rýrð alla lögregluna og það voru bara lögreglumenn, bara á götu sem segði mér að fólk eru bara að grínast með þetta, það er endurlega sér brandarar og búið að semja heilu vísnabolkana þetta mál og þá gerir lögreglan bara hlægilega og kastar svona rýrð á hann og þá fer að tala spilling út allt og allir séu spiltir og þar fremdu göttunum. Þannig að þetta gerir líka svo litið lítið kannski úr þeirri kröfu ykkar lögreglumanna að það vanti fjármagn í málaflokkinn og það vanti hærri laun og svona meira starfsöryggi fyrir það sem eru fyrir í stofnuninni. Þetta kom mjög illa út því að bara stutt og áður hafði embættis ríkislögreglustjóra sagt þarna að þeir ætti ekki peningi til að halda sérsveitarnámskeið. Þannig að Alþingi komi auka fjárveitingu upp á 80 milljónir til þess að vera hægt að þjálfa sérsveitarmenn. Og svo kemur þetta mál upp og það lítur auðvitað mjög einkennilega út og bara mjög einkennilegt að lögregluembættið bara ríkisstofnun geti haft verktaka í vinnu árum saman. Það bara passar ekki við lög og reglur finnst manni. Nei, ég held að það séu flesti sammála um það. Þetta var þetta stórt og mikið mál en maður velti svona fyrir sér og ég hef svolítið verið að velta hérna fyrir mér svona undanfarið hvort að það þurfi ekki bara að taka lögregluna til gagngerrar skoðunar. Það eru kærð þarna á sama tíma 2 brot gefin út ákæra á hendur 2 lögreglumönnum vegna einhvers konar afglapa í starfi og það er einhvern veginn svona það er eins og lögreglan eða lögregluembættið hafi kannski ekki haldið í við einhvern veginn svona þróun samfélagsins. Já, einmitt. Það var nú að því þú nefnir þetta að það voru gefnum ákæra 2 lögreglumenn. Þá ýtti það mjög mikið á þetta mál með ríkislögreglustjóra því að þá séu lögreglumenn býtuði að vera að kæra 2 lögreglumenn fyrir að gera mistök í starfi en á ríkislögreglustjóri bara að sleppa. Þannig að þetta tala svona saman. Það á að vera mjög gott eftirlit með lögreglunni og við höfum stundum sagt að það er ekki jafnvel eftirlit með nokkur stétt. Við erum með þessa nefnd eftirlitsstörfum lögreglu, við erum með héraðssaksóknara, við erum með ríkissaksóknara og svo er náttúrulega yfirmenn hafa eftirlit með undirmönnum, þannig að það á að vera mjög gott eftirlit og ég vil nú meina að lögreglan hafi staðið sér betur í svona innra eftirlit í síðust ár. Það er svona orðið algengara að lögreglumenn séu látnir fara fyrir mistök í starfi eða standa sig ekki. En mér finnst þetta núna Marja, einstak tækifæri til að endurskipuleggja lögregluna. Nú er ekki ríkislögreglustjóri. Dómsmálaráðuneytið segir, þið fóru hér langt fram úr fjárheimildum og þá blasir við að nýr ríkislögreglustjóri þarf að segja upp fjölda manns og þá er bara tími núna til að skoða eigum að færa til verkefni hvernig eigum að skipuleggja lögregluna. Þurfum við alltaf þess að lögreglustjóra? Ég er reyndar á því að við þurfum breytt lögreglustjóra. Við getum sparað mikið með því. Það var einmitt verið að nefna við mig áðan og það var maður sem var yfir stöð í Kópavogi. Hann var að vera lögreglustjóri á Austurlandi og hann með fleiri starfsmenn á stöð í Kópavogi heldur að vera lögreglustjóri yfir á Austurlandi. Sem auðvitað svolítið fáránlegt. Ég held að hann var með 35, nú var hann með 25. Og þá spyr maður, þarf heilan lögreglustjóra þarna?
og það mætti allan taka í skrefum, væri þá nóg að vera með 4 lögreglustjóra allan á landinu. Já, hvað eru margir lögreglustjórar? Já, nú það bara 17. Já, þeir eru 17? Nei, 11, þeir eru 11 með héraðssaksóknara, það er rétt. Með sérstakann lögreglustjóri í Vestmannaeyjum og þannig að það mætti allan að byrja á svona sameiginlegt Norðurland og Vestmannaeyjar og Suðurland og svo held ég reyndar, og það er margir sammála með það, sko, við erum komið svo mikið umhverfi að þetta ætti bara að gera aftur lögreglan Keflavíkurflugvelli, bara sérstak og efla þá bara þessa lögreglu og taka allir þess að dildi frá ríkislögreglustjóra, ég heldur að engin dildi stærri en þessi hóf, þessi heimferðardild, sko, sem ætti kannski bara heyrundir landamæra lögregluna. Við erum með 4 embætti sem að rannsaka skipulagða glæpastarfsemi. Af hverju þetta ekki allt saman? Því það er alls konar sko möguleikar núna og ég held að það ætti að nýta þá og ég hef nú reyndar sagt þetta við ráðherrann að mér finnst það nætti að stefna einu lögreglustjóra en þar inni koma reyndar sko, þá kemur inn hérna landsbyggðarpólitíkin sko, sveitarstjórnarmennirnir sem vilja ekki missa störf úr héraði og það er svona alls konar sjónarmið þetta sem En það er hægt að, ég meina það er hægt að ráða 2 almenna lögregluþjóna á einum forstjóraulaunum. Já, og fyrir utan það fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra sem eru bara talstöðar, það getur verið sko Akureyri. Þú veist, það skiptir einhver máli hvar á landinu það er. Ríkislögreglustjóri? Já, ríkislögreglustjóri. Það getur verið fyrir austan. Ríkislögreglustjóri var nú uppalega bara lítil skrifstofinn dómsmálaráðuneytinu og margir segja að þetta átt aldrei að vera svona stór lögreglustofnun, heldur átti þetta bara að vera svona stjórnsýslueining og þannig og sko ég skrifaði nú hann að síðasta blaði okkur lögreglumennir sko, að lögreglumennir eru döðþreyttir á þessum átökum til lögreglustjóra, sko lögreglustjóra sjálfur þreyttir á þessari pólitík og þessu rifrilda milli lögreglustjórum pening og verkefni og hvar á sérsveitin að vera og hver á að fá þetta verkefni og þess vegna held ég séu til þessum 4 lögreglustjórar rannsaka skipulagða brotastarfsemi því þetta er bara pening sko. Hver fær peningin sko. En hvernig er það já, svona, í þessum svona innri deilum lögregluembættisins og hérna, já, það auðvitað skilar sér kannski í lagari þjónustu út á við? Já, maður veit það ekki sko, en auðvitað er það ef það er alltaf sko, þú veist, það er erfitt að tala núna fjársvelta lögreglu en þannig að... Já, það er nefnilega, ég held að sé einmitt ekki mikil meðvirkni með því. Nei, en auðvitað er það þannig að auðvitað kostar bara pening fyrir lögreglun á Vesturlandi að láta lögreglubíl keyra Snæfellsnesi, sko. Þú veist, það kostar pening og ef það er lítill peningur þá gerist það sjaldnar og það er alls konar svona og sko, hluti af löggæslu er bara fólk sjá lögregluna. Það er bara stór hluti löggæslu. Að fólk bara sjá í lögreglunum gött úti að það veiti svona eitthvað traust sko. Já, þá velti ég fyrir mér sko að því að það hefur orðið svolítið breyting þarna á að því að ég man eftir því að það voru lögregluþjónar á hjólum og það voru svona lögregluþjónar sem voru bara á röldinu, svona eins og foreldravaktinn eiginlega. Þú veist, héldu hárunu hjá okkurum sem var að guppa svona, þú veist, og þetta var svona, þú veist, þetta voru svona vinalegir svona þjónar samfélagsins einhvern veginn, en það hefur orðið svolítið og kannski í takt við það sem gerist á Vesturlöndum, þess svona hervæðingin af lögregluna og það er þetta að lögreglan er sko, hún fer með svo mikið valdi við fólki og hún er orðin svo mikið svona ægivaldur og fólk er orðið hrætt við lögregluna og ég þekki dæmi þess að það veigra sig við því að hringja lögregluna einfaldlega vegna þess að það bara er hrætt við fordóma ýmist vegna geðsjúkdóma eða fíknisjúkdóma eða bara vegna uppruna síns og þar fram út í götunum. Hvað getum við gert í þessu? Sko, það sem gerist þarna eftir hrunið er að öll samfélagslöggæsla skorið niður og lögreglunni þá breytir dálítið takt að vera að spara og þannig að forvarnandildir og allt saman þessu bara hent út og nú er verið að reyna einhvern veginn að vinna sér tilbaka og sko ég segi nú alltaf við þarna þegar nýtt fólk byrjar í lögreglunni það mikilvægast sem hún gerir er að tala við börn. Þú veist, vinkaðu öllum börnum og tala við börnum því að lögreglan byggir bara á þessu trausti og vera hluti af samfélaginu og lappum á 17. júní og vera bara meðal fólksins sko. En já, við höfum verið að tapa þessu dálítið og
Ég til dæmis sko, alltaf þegar var að tala vopnavæðingu lögreglunar á lögreglunni í Íslandi að vera með skotvopn. Þá ég held að sagt, þá erum við komið öðruvísi lögreglu sem enginn má koma nálægt. Þannig að þú veist, það er þetta val og við erum ekki með skotvopn. Og mér finnst við svona einhvern veginn dálítið á mörkunum en þá sko fólk svo sem lifir sér alveg en þá að klappa á öxlina á lögreglumönnum sko en sumir bara taka þeim illa og bara eru svona varar sig þannig að það er einhvern veginn allt samfélagi sé svona þurfi einhvern veginn að gera þetta er ekki bara lögreglan geti gert þetta eða hitt heldur þarf einhvern veginn svona samfélagið að vera til í þetta og lögreglan kannski endurspeglar samfélagið, eitthvað svona ótt í samfélaginu ég meina, við vitum það kannski bæði að það er ekkert hættulegt að fara niður í miðbæ en við teljum það hættulegt að því að umræðan er þannig og fjölmiðlar eru þannig og kannski líka einmitt vegna þess að lögreglan er með sko viðveru með niður í bæ og hún er rosalega svona íburðamikil, ég meina það eru þannig stóri bílar og það eru ljós á allan tíman og hérna ég veit ekki hvenær þú labbaði síðast kannski í gegnum miðbæinn og upplifir þetta en það verður svona ákveð spennu ástand þegar lögreglan er sýnilega með þessum hætti sem sko einhvers konar svona harðstjóri svolítið að bíða eftir því að einhver hérna brjóti af sér Já, við erum dálítið komin í þetta bara sá sko til dæmis eftir þessi atvik í Noregi, hérna Breivik þá til dæmis breyttust gæsla við Reykjavík maraþon og alla stórviðburði þú veist, og við erum alltaf að taka mið af Evrópu, við erum búin að setja steinblokkir alls staðar fyrir svo ekki geta keyra inn í mannfjöldan, þannig við erum alltaf með okkur kannski við önnur samfélög, þannig að þá verður löggæslan alltaf harðari. Ég er hins vegar, ég er nú í norrænum samtökum, formann lögreglumanna og svo Evrópusamtökum og það er öll Evrópusamt að tala það sama. Að lögreglumenn verða fyrir meira áreiti og ofbeldi og hvernig getum við snúið þessari þróun við? Já, því að þeir hafa og kannski ekki lögreglu þjónunum beint að kenna sjálfum en svona eins og embættið hefur vaxið síðustu ár, þá hafa þeir svolítið afmennskað sig gagnvart samfélaginu. Þeir eru orðnir svona æðri og ég var nú beðin að spyrja þeir sérstaklega út í til dæmis 19. grein lögreglulagana hún til dæmis ein og sér þeir bera að hlýða. Akkurat. Það er þannig. Þannig að þú getur núna sagt við mig bara, María, viltu gjöra svo vel og rétta mig kaffi og ég myndi ekki hlýða, þá gætur við handi ekki mig. En þetta byggir samt það er rosalega klikkað á kannski það sem við kallum valdbeitingarstiga lögreglu og fremst það er röddin. Það fyrsta sem lögreglumar á að gera er að nota röddina til þess að skipa fólki fyrir og til að sé einhver hlýði röddinni þá er sett inn lög, þú verður að hlýða ég alveg skil þetta og þetta er náttúrulega það sem er notað við borgaralega óhlýðni, það er að hlýða ekki 19. grein lögreglulaga. En það er einmitt, borgaralega óhlýðni er samt ekki bönnuð, ekki í mótmælaskyni? Nei, en ég held að þú kannski getur fengið sekt fyrir að hlýða ekki í lögreglunni þeir eru nú ekki, þú fann engan þungan dóm fyrir það. Nei. En það er svona valdbeitingin sem fylgir eins og í kringum skuggasundsmótmælin og þegar það er einhvern veginn það virðist vera svona eins og í lögreglumenn veit ekki alveg nákvæmlega hversu harðir þeir þurfa að vera eða langt þeir þurfa að ganga eða ég meina hvort taktíkin virkar betur, viljið vinsalegast færa ykkur eða úð ykkur með vopni? Ég vona nú að þar og annar staðar þá sem fara eftir stigunum það sem byrjað vilti vinsalega færa þig og þú verður að færa þig og svo skrifi lengra en í þeim mótmælum, mjög mörgum mótmælum finnst mér blasa við að lögreglan er alltaf fámenn. Það eru alltaf fáir á vettvangi þannig að lögreglan ræður illa við ástandið. En þarf lögregla alltaf að vera á vettvangi í mótmælum? Er hún ekki frekar að kalla hana bara til ef eitthvað fer til fjandans? Lögregla verður næstu því að gera það sem hún er beðin og ef alþingi, ráðuneyti eða eitthvað hringir í lögregluna þá verður hún að koma. Ef þú hringir í lögregluna og segir að það er eitthvað inn í garðinu mínum og ég vil að hann sé fara í burtu þá verður lögreglan bara að koma og fjarlægja viðkomandi úr garðinu þínum. Þannig að lögreglan hefur rauninni ekkert val hvað hún gerir. Þú veist, við bara þegar við útskrifum til lögreglaskólann, hann skrifum undir eið á stjórnarskráni
og við eigum bara að verja hann og fylginu, við eigum að verja allar eignir, opinberar eignir, við eigum að halda upp í allsherjarfrið og við erum til að halda líka upp í því að fólk geti sko haft mannréttindi, við eigum að verja mannréttindi í landinu, þannig að við höfum mörg hlutverk og kannski ekkit endilega öll sem við, sko sem hver einstaklingur við þetta framfylgja en við verðum að hafa hlýðniskyldu í lögreglunni því að hvað gerist ef ég neita að vinna sumverk? Þú veist, ég verð ekkert að koma mér undan þeim svona með lúmskum hætti, ég get ekki bara sagt nei, ég neita að vinna þetta. Þannig að ef mótmælendur myndur vera fyrri til að ringja í lögregluna og beða lögreglunum að svona venda sig. Það hefur alveg gerst, það hefur verið ringt í lögreglunni yfir lögreglunni, sko. Já, það hefur alveg gerst. En sem betur fer og ég hef nú oft talað við þá sem skipleggja svona mótmæli, þá fara nú flest svona mótmæli vel fram og það er búið að semja svona eiginlega fyrirfram, þú veist, eru þið til í að vera á bak við þessa línu og eitthvað slíkt. En það, þú veist, ég tek þátt í mótmælum, sko, ég er búin að labba hérna yfir Laugaveginn og ýmislegt og fullt af lögreglumönnum sem hafa samúð með ýmsum málstað, þetta er mjög mikið af lögreglumönnum sem hafa mikla samúð með ástandin í Palestínu og hafa verið að mæta á mótmálafundi og eru svo kannski bara næstu helgi í einhverju verðir. Það er bara okkur líf. Já, þetta er skrítið líf. Já, þetta er skrítið líf, sko. Ég fekk nú spurningu frá lögreglumanni einhvern daginn sem sagði sko, þegar þú varst, man ekki á ykkur útástöð, varstu þá að tala sem Fjölnir Sæmundsson rannsóknarlögreglumaður eða formaður Landssambands lögreglumanna. Ég sagði bara, þú veist, hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann. Þú veist, ég get ekki svarað þessari spurningu, en þetta kem ég fram sem formaður Landssambands lögreglumanni, ég er persóna, sko. Skilur, þetta blandast þetta allt saman, sko. Og ég starfi í lögreglunni, ég er rannsóknarlögreglumaður og þetta hefur það einhver áhrif á mína skoðun. Ég starfi í deild þar sem allt byggist upp við að fólk treysti mér og vilji segja mér sína sögu. Þannig að ég er kannski allt annar í löggæslu heldur en þeir sem er út á götu, sko. Ég vil bara vera á trúna og við fólk og En það er einmitt svona þessi störf lögreglunnar sem eru kannski óumdeildust. Það eru störf rannsóknarlögreglunnar. Og það er svona annað yfirbragð. Við sem höfum farið í yfirherslu vegna einhverja mála, við vitum það að það skiptir mjög miklu máli sko, og það er mikill stigsmunur á því hvort að þú ert hvort þú ert handtekinn hreinlega eða hvort þú ert að mæta í viðtal til lögreglu. Það er svona annað viðmót. Það er ekki stífir lögreglubúningar og svona valdbeitingarrödd og þar fram til göttunum. Þannig að heldurðu að sko, ef við myndum vilja svona efla lögregluna að efla þá frekar þetta starfi, rannsóknarlögregluna og kynferðisbrotadeildina og netglæpadeildina og þessar deildir en kannski hinar svona út á við getum kannski svona sleppt að viðvörunin er í bæjum helgar ég veit það ekki alveg en ég er alveg samanlega þessu því að þarna er líka mannréttindi, það er þetta þín mannréttindi og þú eru ekki að bíða ár eftir að þú kærir eitthvað það er bara, þú veist, þú kærir nauðgun og svo líður bara ára því lögreglan hefur ekki mannskapi að rannsaka það eða eitthvað. Svo ertu kallaði til og mannstu vittlaust og þá er það bara, búið. Er það brota mannréttindum? Já, ég held að við séum nú búin að aðeins fara fram í þessu að gera okkur grein fyrir að fólk manni ekki allt, sko. Akkurat. Já. En ég veit það ekki, sko, að þú veist, sko, það er miklu auðveldara að fá peningi í sínulega löggæslu og ég svo sem er lögreglumaður út á landi. Þar er öðruvísi löggæsla. Þar er í miklu nær fólkinu og lappum og bæjarhátíðum og fer á bensinstöðum mótnan og tala við fólki eða skiluru. Einmitt. Ég held að sko mörg okkar sem ég bara sem börn hugsaum með okkur kannski að fannst löggan æðislegt og ég finn til dæmis ekki, nú ég er unglingstur og það er ekki stemningin
þar, Nei, sko. nei. Lögreglan einmitt, hún hefur farið úr því að vera svona lási lögga og einhver karakter í póstunum Páli bara, einhver svona krúttlegur hverfisvinur og í að vera eitthvað svolítið svona skrimsli. Já, og þú veist, þetta svolítið erfitt að þarna eiga einhvern veginn að spila bæði, þú veist, nú var að koma skýrsla ríkislögreglustjóra skipulaða glæpastarfsemi og lögreglan á að taka á því og það verið að tala vopn og fíkniefni og allt konar, sko. Ég veit það ekki, þú veist, við getum alveg haft mismunandi skoðanir á fíkniefnum og hvað besta leiðin þar, en aftur það bara þannig að það bara eitthvað lög sem lögreglan þarf að fara eftir og þarna hún má ekkert hafa skoðun á því hvort þetta 1 gramm eða 2 gramm eða hver með þau, sko. En já, við erum dálítið svona orðin hluta ykkur svona alþjóðlegu dæmi, sko. Og ég var nú einmitt held ég að segja við ekkert blaðamann í morgun, sko, svo erum við þessi bara alþjóðlega samfélagslegu vandamál. Við erum með fullt af innflytjunum hérna sem finna sig ekki í samfélaginu og hvert leita glæpahópar? Jú, þeir leita í innflytjunum sem finna sig ekki í samfélaginu. Já, bara alveg svo þeir gerðu, þú veist, og hafa gert við óþekka úlinga. Já, alveg, og þetta bara næstu því eins og, sko, í einelti, ef þú verður fyrir einelti, að þá leitaru þarna í veisluhópinu eða eitthvað, sko. Já. Þannig að, þú veist, við erum þetta vandamál hérna. Þetta ekki vandamál sem að lögreglan getur til dæmis verið að leysa? Jú, að hluta til getum gert það og það nú verið að svona eitthvað að reyna það, þú veist, samfélagslöggjallan að reyna að fara inn í skólana, þeir að ná sambandi til dæmis við hérna Moskvuna og eitthvað svo leiðis að reyna að ná talsambandi. Þú veist, þetta dreymur okkur bara að eitthvað þessu fólki kom sér fyrst í lögregluna. Eða skilur þau? Já. En það einmitt kannski svo litið erfitt fyrir fólk að því að við tölum bara fólk með flóttabakgrunn sem að kannski kemur úr hryllilegum aðstæðum þar sem það hefur verið beitt ofbeldi einmitt af laganumvörðum og af landamæramvörðum og verið þessu óvissu ástandi sem að skapast hérna. Þú ert að bíða eftir dvalarleyfisumsókn og þú ert einhvern veginn og lögreglan alltaf að pota í þig. Já, og þú mátt ekki vinna. Og þú mátt einhvern veginn ekki vera partur á neinu og þú veist, og ég meina þá þetta, kannski lögreglan ekki fyrsta mannskja eða svona það fyrsta sem þetta eftir í huga þið langi að vinna við. Nei, ég meina, ég að segja, sko, þarna þurfum við bara virkilega að taka okkur á að vinna traust að þarna, þú veist, að við erum komið með stóran hóp sem vil meira segja, sko, Pólverjar á Íslandi treysta lögreglan ekkert óvel, hún farin að gera það betur, sko, en það var lengi vel þannig að lögreglan kom í hópa Pólverjum og það voru allir blóðir og maður spurði hvað gekk á, ekki neitt og byrja okkur í blóð hérna, það veit ég ekki, skilur þú veist, þannig er þetta vantraust, svona, já, bara innflytjendur í Íslandi gátt lögreglunni mjög mikið, en svo eru komið fleiri ungt fólk, annari kynslu Pólverja, jafnvel fyrstu kynslu sem kom í lögregluna og þá myndast traustið þegar það kemur einhver og tala bara pólsku og skilur það betur. Já. Það einmitt þetta að svona, það vantar kannski minna af svona fínum græjum og meira bara af einhverju mennsku. Traust, já, en auðvitað, þú veist, það erfitt að vera lögreglumaður og ætla, þú veist, segja ykkur að hlýða sér og hann vanur að hafa vélbyssu fyrir framan sig, sko, hann tekur ekkert mikið marka okkur löggu í Íslandi. Ég veit ekki, nú vinn ég mikið með flóttafólki sem hefur komið úr alls konar aðstæðum og ég hef oft komið að alls konar aðstæðum og það yfirleitt virkar bara að beita ljúfrötunni, sko. Það þannig að við erum flest svolítið þannig. En sem betur fyrir sko, lögreglan í Íslandi nú ekki svona líklegum átökum við flóttamenn, sko. Þú veist, það ekki þannig. Ekki nefna þegar að vera að vísa á landi. Já, þú veist, það eitthvað svona sérstakt og þá segjum við í lögreglunni, þetta ekki okkur að kenna, þetta Útlendingastofnun. Við berum enga ábyrgð á þessu máli. Já, en þú myndist einmitt á heimfararsviðið, það væri orðið mjög stórt og það, ég held að fæsti kannski gerir sig grein fyrir að því batterí hreinlega og kannski svona bara hvernig ríkislögreglustjóri hefur hugsað hlutina, hvernig hlutinir eru reknir því að þetta eru, fáum við inn einhverja summu árlega og þá að reka einhverja svona undirstofnanir sem að tilheyra lögreglunni en hvað af þessu svona hlutfallslega
hvert fer fjármagnið? Já, svona, sko, þetta bara hluti af ríkislögreglustjóra. Þannig að ríkislögreglustjóri einhvern veginn bara, já, með fjármagn innan sér, sko. Svona sögulega séð var þetta bara alþjóðadeild ríkislögreglustjóra sem fóru með 1-2 úr landi á ári. Eitthvað svoleiðis, sko. Svo bara einhvern veginn stækkar þetta og þetta var mjög lengi alþjóðadeildin sem fekk bara aðstoð frá öðrum lögregluembættum eða þurfti að flytja stóra hópar á landi og svo var komin einhver sér eining, sko. Þannig að þetta bara einhvern veginn vex út úr alþjóðadeildinni að því þetta verður svo stórt verkefni. Reyndar hefur þetta verkefni minnkað mjög mikið á síðustu árum og þarna bara mjög mikið. En nú fóru að byggja fangelsi undir þennan hóp sem að lendir á milli og það þetta, ég meina það eru þá væntanlega lögreglumenn sem að koma að því máli. Já, væntanlega það hluti af einhvern veginn lögreglun Keflavíkurflugvelli eða ég sá nú ekki fangaverðir að vinna þarna. Það er búið að breyta orðalæginu í frumvarpinu en það stóð fyrst. En ég líka sé það, þú kemur Keflavíkurflugvöll, þá eru alls konar einhverjir öryggisverðir og landamæraverðir og eitthvað svona, einhverja nýjar stéttir, sko. Já, ég átta mig ekki á hvernig þetta virkar, sko, en það er stundum verið sagt, sko, fólki engin greiði gerður með því að láta það taka leigubílinn í Domus Medica eða á aldrei að fá að komast inn í landi, sko. Og það náttúrulega þetta virkar þannig núna að ég kem til Keflavíkur og segir ég ætla að sækja hæli, þá segir herri, já, taktu leigubílinn úr Egilsgötu og þar skaltu biðja hæli. Þannig að kannski sko bara kerfið eitthvað skrítið að þú getur bara ekki klára þína hælisumsókn sko á staðnum. Bara á staðnum? Já. Það var svona eðlilegast. Það var einhvern veginn eðlilegast. En það er auðvitað bara ekkert mál, þú getur gert það bara á netinu. Já, en staðin fyrir fólklatinu Egilsgötu það er nokkur herbyggi sem getur verið í vandræðum, annars bara fer út á götu á Íslandi og ég bara týnist og þá erum við búin að stofna sérstaklega deild til að finna þig aftur. Einmitt, já. En ég mun aldrei vera sammála því að það þurfi að taka handsama fólk á landamærunum fyrir það að sækja hælis og ég held að það sé mjög mikilvægt að fólk fái að halda, ég mun það megi allir koma til Íslands. Nei, hvort þeir eru að sækja. Þú þarfst að sækja vegabréfsáritun, sko. Já, ekki frekar allir með að koma til Bali eða Mali. Það megi allir koma til Íslands og sækja Já. Og þannig að það er í rauninni, það er bara ekkert í lögurum sem að einhvern veginn leifir það að maður svona taki suma. Nei, en það er samt, sko, staðreyndir svo það er stundu fullt af fólki sem bara fast inn á Keflavíkurflugvelli í einhverju transit og er bara sofandi þar á einhverjum bekkjum og kemst ekki í verslun eða neitt, sko. Þannig ég hef nú séð þetta, ok, skulum allan að búa til eitthvað aðstöðu fyrir fólki sem á að stoppa á flugvellinum. Hvort sem það kalla fangelsi eða bara einhver herbyggi eða kaffistöð eitthvað. Geta ekki nota vinnuskúrin hann þess að umdelta? Nei, við megum ekki fara út úr transit, sko. Já. En ég með það var auðvitað eðlilegt ef að það væri bara, það þarf væntanlega ekki heilt fangelsi og fjöldamarga einstaklinga til þess að taka á móti, en það væri til dæmis hægt að tala bara við hjálparsamtök sem að getur verið bara þannig á vellinum með viðveru og eitt stöðugildi sem að aðstofar fólk á skrifstofutíma. Já, þetta er náttúrulega eitthvað svona þurfti að vera eitthvað skrifstofuhald þegar fólk er að sækja jú, og það mætti líka alveg hugsa sér að fólk var öðru úr svo landi, það væri alveg að semja við einhver samtökum að fylgja fólki úr landi sæðan fyrir að senda 2 lögreglumenn með hverjum, sko. Þú veist, það má endur, sko, þetta allt saman myndi ég halda, sko. En auðvitað er það líka þannig að það fer fullt af fólki úr landi sjálfviljugt. Ég held að það gerir það flest, sko. Flestir, sko. En það er þetta svona málum blandi hvað kallast sjálfviljugt, sko. Já, eða þú veist, þér jafnvel út á landi, sko, eða þú veist, þú segir, þú ferð heim þá færðu hennar pening til að sjá fyrir þér, sko. Já. Nei, þetta, þú veist, sjálfviljugt, það allavega vill ekki láta handtaka sig og flytja sig á landi. En svo er þetta er ekki margir einstaklingar, þetta eru örfáhræðir. Já. Þetta eru hópur sem augljóslega komin hingað vegna þess að það vill ekki vera í heimalandinu sínu eða því upprunalandinu sem það kom til ef ég bara vísað sér í Dyflinnarreglugerðina en að oft er þetta fólk sem hefur einsett sér að koma hingað stoppar í einhverju Evrópulandi og langar bara að taka þátt í samfélaginu. Já. Jú, en svo erum við líka með annan hóp sem ætlaði aldrei að stoppa hérna, sko, hann var leiðin til Bandaríkinn eða Kanada. Það er svolítið stór hópur hérna. En mér finnst allavega
sko allan að blasa við þurfum að finna einhverju lausn því að eins og þú þekkir þá einhvern veginn þetta í samfélagsumræðinni við erum talað mjög fá einstaklinga en þetta fyrir óbúslega hátt í samfélagsumræðinni og þú veist þetta eins og þetta séu hér sko þúsundir manns að koma inn og þeir séu hérna allir í reiðileysi að fremja glæpi. Já, þú veist en eins og ég segja það, þetta það þannig með viðkvæma hópa, ekki brútlega bara viðkvæmur hópar, það auðvelt að fá þá í glæpi, það bara þannig og þú ert atvinnulaus og þér búin peningur að þá ertu til í að gera eitthvað sko. Þannig að En þú verður ríkislögreglustjóri, hvernig myndur þú gera þetta? Ég veit sko, ef ég var ríkislögreglustjóri þá myndi ég nú eins og ég sagði að byrja að fara yfir málin og samvinna nokkur embætt og deildir sko. En það er dálítið erfitt að vera lögreglumaður og þurfa bara að fara til þeim lögum sem skrifuð. Þeim breytt annars þar en hjá lögreglunni. Þannig En hvernig, það hafa lögreglumenn ekki bara geta sendt, þú veist, við erum með beina línu inn í bara þing og geta þar, eða bara inn í dómsmálaráðuneytið og sendt svona ábendingar, þetta eru ömurleg lög, það er glatað að fara eftir þessu. Jú, en það er alltaf, ég veit ekki hvað er búið að breyta útlendingalögum oft bara síðustu árum að því að þau hafa verið erfið sko og nú verðist lausnin vera svo að hleypa bara sem fæstum inn, þá var það sem minnst vandamál. Ertu sammála því? Ég veit að ég er kannski nú sko, það er spurning hvort ég tali sem Fjölnir formaður Landssambands lögreglumanna Þú mátt ráða, þú mátt gefa 3 svör. Já, ég er auðvitað, þú veist, kannski veit það fólk að ég er nú fyrir eitthvað svona opinn, svona alþjóðlega sinnaður sko, þannig, en ég ger máli grein fyrir því að þetta er að búið til vandamál á Íslandi og árekstra, þannig að þú veist, það þarf að finna einhverja lausnir og ég hef stundum sagt sko leifum fólki allan að vinna og sjá fyrir sér þú veist, við getum allan að breytt þeim reglum að því ég veit til dæmis ef við tökum bara Volt það er bara fullt af fólki að vinna kannski 5 manns og 1 kennitölu og þá erum við að búa til sko í rauninni glæpastarfsemi Akkurat Af því að fólk þarf að lifa. Fólk þarf að lifa og þetta eru heimilisfeður með börn og eitthvað eða vilja senda pening heim til sína. Þannig við erum að búa til svona alls konar óþarfa vandamál finnst mér. Sko. Þú veist, ég held það. En allir kannski getum við ekki hleypt öllum til Íslands. Mér finnst það réttar. Mér finnst bara ef það vilja fleiri koma, bara stækku í samfélagið. Og það verður bara betra. Og ég veit þannig svo sem sko varaformaður BSIB að atvinnu þáttaka útlendingar meira en Íslendinga á Íslandi. Þannig að þeir rauninni skila skattekjum sko atvinnu þáttaka hjá Venezuela búum sko hæst af öllum. Já, þannig að en þetta býr til fordóma og þetta býr líka til sko fordóma hjá lögreglumönnum sjálfum. En þeir hafa á tilfinningun þessi alltaf handtaka fólk frá Palestínu af þessari ættið hinni ættinni. Og þá býr það til fordóma en svo sko ef maður hugsar skipulaga glæparstarfsemi þá veit maður alveg sá sem fremur glæpin er ekki endilega sá sem að græðir á honum. Einmitt. Þannig að þú veist ég veit alveg sumir lögreglumenn hafa á tilfinningum það eru bara útlendingar sem fremur glæp á Íslandi. Ég handtek bara útlendinga. Skilur, þannig að þá verður þetta til svona og eins og þú segir sko þeir vantreysta lögreglunni frekar og eru þá kannski ekki endilega stoppa eða fara fyrir mælum þannig að þetta er vandamál. En að því minnist á fordóma innan lögreglunar, finnur fyrir auknum, að því að við finnum öll fyrir auknum fordómum í garð fólks, bara múslima og í garð bara svartara og brúnna nýra Íslendinga og svona aukna fordóma eitthvað neginn bara í öllu samfélaginu, en finnur það svona innan raða lögreglumanna? Sko, það er þannig í lögreglunni að ef þú sýnir eitthvað fordóma og segir eitthvað upp á, þá tekið mér hart að því. Þannig að það kannski þora mjög fáir eitthvað neginn að en það er ekkert langt síðan að var samt lögreglumar látið fara, það var endar fyrir fordóma gagnvart samkynhneigðum, hann bara gerði þannig hluti að það bara, þú getur ekki tilheyrt lögreglunni. Þannig að það tekið mjög hart á því og lögreglunni er svo óbúslega vakandi fyrir því að sé ekki fordómar og hún sé ekki álætin fordómafull. Að það þorir bara ekki nokkur lögreglumaður kannski að segja sínar skoðanir svona einhvern veginn
uppátt sko mjög meðvitaður að koma eins fram við alla og slíkt en auðvitað heyri maður svona alls konar fólk segir alls konar útlendinga og þannig að það alveg þannig en svona opinberlega, nei. Veist, það einmitt. Það fer minna fyrir því. Já, og að því að við erum svo meðvituð það, meðum ekki fordóma og það var nú fræg spurning alltaf að koma í lögregluskólan. Það var spurningin, hvað finnst þér með svartan forseta? Já. Og ef þú varst mjög vitlaus, þá sagði það hræðilegt og komst ekki inn í lögregluskólan. Þannig að þú veist, þetta já. Einmitt. En svo eru bara, þú veist, sem betur fer, fólk af fleiri litarháttum komið í lögreglun fleiri löndum, þannig að lögreglun En það er ekki mikið af hinsegin fólki í lögreglunni? Jú, það er töluvert hinsegin fólki. Ég mitt þarna vildi fyrir nokkru tilenga blað lögreglumanna. Fatlaðir lögreglumenn? Nei, ekki mjög margir, ekki nema sem hafa kannski bara fatlast í starfi. Nei, ég vildi fyrir nokkru spurði félagið minn sem hinsegin lögreglumaður, finnst þér að ættum að tilenga blaði hinsegin lögreglumann, finnst þér að ættum að gefa út blað hinsegin lögreglumann á hinsegin dögum? Þannig sagði, nei takk, við viljum ekki vekja athygli á okkur, við viljum ekki vera þekktir sem hinsegin lögreglumenn. Þannig að þú veist að maður bara... Þeir eru bara svona lögreglumenn og svo eru þeir bara hinsegin. Já, en ef þú ferðum Skandinavíu þá er mjög stór hluti á lögreglukonu, þar eru samkynhneigðar, það er bara eins og fyrir fótboltalandslið heimsins Þannig að það er töluvert að samkynhneigðu fólki í lögreglunni og var tíma ein transmanneskja sem hætt í lögreglunni og það er annað sem... En þetta ekki einmitt svolítið mikilvægir hópar að svona efla innan almennu lögreglunar og svona rannsóknadeilda og bara einmitt til þess að uppræta fordómana? Jú, algjörlega. Ég reikna með að það hefur nú alltaf verið svona cirka 10% lögreglumennu samkynhneigðir ef við tökum bara þetta svona... Já, en nú er ég hugsa bara þeir hafi flóta bakgrunn og þeir hafi... það er mjög mikilvægt að Og hvernig getur lögreglan náð svona þessum hópum í samstarf og þú veist, og ég meina, það hlýtur að vera að því að við vorum að tala hérna rekstur áðan og við vorum að tala þá einstaklinga sem að ráðnir eru. Það er alltaf verið að tala ráðningavanda innan lögreglunar og þá er verið að tala almennu lögreglunar og rannsóknardeildirnar og þessar sem að halda utan erfiðustu málin. En það blasir við að það er eitt útblásið ríkislögreglustjóra embætti. Hver er munurinn þarna á, það hefur verið ráðið síðustu 5 ár, alls grimmt inn í... Já, í ríkislögreglustjóra, já, það er náttúrulega verið að ráða mikið sérfræðinga sem er ekki lögreglumenn í einhverja deildir, Þannig að, stækkurinn á ríkislögreglustjóra hefur fyrst og fremst verið í einhverjum sérfræðingum í alþjóðadildir og almannavarnadeild og eitthvað slíkt til dæmis, veit ég, það var ekki 3 sagt upp núna í einhverju alþjóðadeild, ég hef ekki hugmynd hvað það gerðu, það var einhverju lögfræðingar eða eitthvað Þannig ég gerum ekki grein fyrir því en auðvitað eru sérfræðingar í lögreglunni, þau til dæmis við verðum að ráða einn sérfræðinga til dæmis í netbrotinu vegna þess að við getum ekki ætlast til þess að einhver fari fyrst í lögregluskólan og verður svo tölvunarfræðingur. Þannig að við getum nú gert það þar og kannski ættum við bara að finna einhverju auðveldari leið. Við vorum fyrir nokkrum árum í leið fyrir þá sem hefur lengi unnið sem aflýsingamenn til að fara í lögregluskólan og svona öðrum skilyrðum. Þú veist, ef lögreglan eða dómsmálaráðuneytið myndi setja það sem markmið við ætlum að fá fjölbreytta hóp í lögregluskólan, þá bara gerum við það og þá setjum við bara þannig skilyrði. En er áhuginn kannski ekki alveg þar? Er áhuginn meira á... Það var lengi, er sennilega ennþá skilyrði. Þú verður að vera íslensku ríkisborgari til að fara í lögregluna og mjög margir innflytjendur fjallinu á íslensku prófinu. Ég veit ekki... Ég myndi örugglega falla á íslensku prófinu. Já, örugglega myndi læra fyrir það en nú er íslensku kunnáttan alveg misjöfn hjá fólki, Þannig ég held að það væri bara... En við viljum við lögreglu sem endurspegla samfélagi, það er bara þannig og 20% af Íslendingum eru innflytjendur, þannig að þá ætti 20% lögregluna væntanlega að vera innflytjendur. Já, mér finnst það svona. Þú myndist aðeins á það áðan að bara svo við klárum þetta með ríkislögreglustjóra að ef við erum komin með
já, bara svo ég reyna að átta mig á þessu. Við fáum hérna fjárveitingu bara árlega frá Alþingi sem segir svona þetta fer í lögreglu. Og þá það ríkislögreglustjóri sem tekur til sín kökuna og svona sér að útdeila henni. Nei, ekki alveg sko. Nei, þá fyrir hvert embætti runni fram á sína fjárveitingu sko. En svo hefur verið þannig kannski eða einhver stærri verkefni sem leiðtogafundir eða eitthvað almannavarnar ástand, þá fær ríkislögreglustjóri allar peninguna á að útdeila þeim sko. Til dæmis sko þegar voru að loka Grindavík þá voru umferðartild lögreglunni Reykjavík meira og minna í að loka Grindavíkuvegi og þá þarf ríkislögreglustjóri að borga fyrir það. Þannig að velta ríkislögreglustjóra segir kannski ekki alltaf reksturinn beint. Nei. Heldur fer bara peningurinn í gegn. En auðvitað, þú veist eins og þessi leiðtogafundir, þá ber ríkislögreglustjóri ábyrgð á þeim og svona útluta verkefnum til hinna embættanna og borga þeim fyrir sína þjónustu og svo minna við, þú veist, þurfum að gera þannig að fá erlendar lögreglum en það eitthvað svona stórt að því við eigum ekki öll tækin og eitthvað svo leið sko. Allar byssurnar. Já, nú aðlega þessi drónar og eitthvað sprengileita tæki við eigum nóg að byssum, engan áhyggjur af því. Já, það ekki? Það vist til mikið að byssum á Íslandi. Já. Hún hefur almenni heldur en fólk getur sig greið fyrir. Já, og lögreglan sko miklu betur þjálfuð í skotvopnum en fólk kannski heldur, menn ég rannsóknarlögreglumaður og ég þarf að fara að lágmarka einu sinni ári í þjálfun til að ráða við Glock-skambissu því að þegar stríði skellur á þá er lögreglan sem á að verja landið. Þannig að lögreglan þjálfur sér mjög mikið með skotvopn sem líka ágætt, menn fólk kann þá að fara með þau. Alltaf að kunna kannski á skotvopni, það er svona skipta skoðanir. Og svo má ekki gleyma því sko að ef ég kem inn í eitthvað starf sem skotvopni, ég verð að kunna taka þau í sundur og gera þau örugg. Já, þetta er bara mjög eðlilegt. Já, þannig að þú veist að þarf að þjálfa lögreglun í meðferð skotvopna, en blessunilega held ég að lögreglun hafi nú skotið 3 á mannesku á Íslandi. En þau eru svolítið, þau fenguðu rafvopnin. Já. Og það hefur verið umdeilt og það hefur nú reyndar verið fjallað það hafi verið hálfklúðurslegt svona hvernig farið var að því öðru svona innkaupa samhengi og án þess að fara út í það þá eru sko þessi rafvopn þau eru ekki alltaf traust, eru þau mikið notuð? Þau eru náttúrulega mjög lítið notuð en þau eru kannski ofta dreginu upp heldur en notuð því að ég hef með rafvarnarvopn og teka það upp, það kemur ná hljóð og ég get sýnt straum og sagt ef þú hlýðir ekki, leggur þröð hnífinn, þá mun ég nota það. Og það talaði í Bretlandi, þá virkið það 80% tilveika. Ég held að íslensk lögregla hafi notað skotu rafvarnarvopn í 7% tilveika sem það hefur verið dregið upp. Þannig að þau virka á þann hátt að fólk vill ekki fá straum í sig. Já. En svo er þetta að deila það hvort það sé endilega rétt aðferðin. Já, en þú veist rafvarnarvopn í þjálfun þau hafa alveg verið notað á lögreglumenn þannig að það vita mjög margir lögreglumenn hvernig þetta er og þetta er víst ekki mjög hár straumur en það lamar vöðvanna. Ýmislegt sem getur spilað inn í. Ég sökti mér einhvern tímann í heim rafvopnana þegar rafbyssunar bara ég segi það ekki þegar þær voru innleiddar og það eru svona mjög óljóst hvað það er alls konar umhverfisþættir til dæmis. Ég meina að þú ert berfætt þá hefur straumurinn öðruvísi áhrif á þig ef það er rigning og ef þú ert bara mjög sveittur og það er alls konar svona er tekið eitthvað sérstakt til þess í þjálfun? Mesta hættan við þessi vopn er fallhættan. Það er bara yfir heiminn er það algengustu slysin að fólk dettur og með sig það hafa mjög fáir meitt sig á rafstraumnum. Þú þarf bara en nokkur dáið samt. Já, mér skilst í Bandaríkjum með þessi eldri vopn fyrstu teysirvopnin, eða þú varst með gangar á þá hafi það, en nú fullir þeir og ég er bara nýlega búin að vera ráðstefnu þar sem var
einhver frá þessu Axon fyrirtæki sem fullir að því að þau eru búin að koma í vekk fyrir það gerist ekki lengur. Hefur þú skoðað þetta Axon fyrirtæki? Hef ég? Já, ég hef verið á fyrirlesturum hjá þeim sko, þau eru bara með alls konar, búkmyndavélar og dróna og alls konar. En þetta er ekki óumdeilt fyrirtæki? Nei, þetta er bara fyrirtæki þessum business, að reyna að selja sína vöru og er komið með einhvern veginn svona svolítið yfirgnefandi stöðu. En hins vegar manni nú bara til fréttu rafvarnarvopnum á Íslandi, sko, í rauninni hendaðu ekki sérstaklega vel á Íslandi eða Noregi, vegna þess að það er allir svo mikið klæddir. Að þú veist, þau virka ekkert endilega alltaf. Nei, og svo virka þau heldur ekki undir 4 gráðum, við 4 gráða frost, þá getur þau staðið á sér. Já, það getur verið, ég þekki það ekki, sko. það er í smálitrunu hérna yfir þessi. En það sem hefur komið út úr þessu með rafvarnarvopnin, og ég nú byggja nú aðallega á norskri rannsóknir því, að lögreglumennunum sjálfum líður betur og þeim finnst þeir öruggari og þetta hefur gert það að verkum að öll spenna í samskiptum hefur lækkað af því að það er minni hætta á valdbeitingu af því að fólk upplifir þeir geta beitt þessu, nú skulum við reyna að leysa þetta öðruvísi. En mér langar að grípa þetta svolítið einmitt að því að er þá ekki bara mikilvægara að skoða það einmitt hversu í ósköpunum lögreglumenn sem eru sendir út í verkefni upplifi eitthvað svona spennu að þeir sjá óryggir. Jú, það er það. Og hérna hvernig við getum undirbúið á eða gert þá bara nógu sjálfsörugga til þess að takast á við mjög erfiðar aðstæður. Já, nú erum við aftur komin að 19. greininni, sko, þú átt bara að hlýða. Já. Jú, það er það og kannski hluti af þessi er að lögreglumenn gefur sér ekki nóg mikið tíma eða sé að flýta sér á mikið og við höfum líka kvartað yfir því að við séum bara ofta fast við heilbrigðisvandamál sem við séum ekkert endilega þjálfuð í að takast á við og fangaverðinir hafa aðeins verið að tala um þetta einmitt líka. Já, og kvartaði við því og ég hef stundum sagt á lögreglan á Íslandi á að gera allt sem hinir gera ekki. Akkurat. Það er einhvern veginn, þannig að það er bara sópað í okkur og mínir félagsmenn hafa mér kvartað við því að þessi að vera kallað við geðdeild og sagt, hver er réttastaða mín eða kemur ykkur fyrir hún geðdeild ekki að halda einhverjum. Þú veist, þannig að en við höfum alltaf kvartað yfir þessu og það eru þetta öðruvís að tala við eitthvað sem er mjög veikur eða er undir áhrifum mikilla vímuefna. Stundum getur þú bara ekkert tala við þannig fólk og svo kemur næsta útkall og þú bara, ég verð að klára þetta. Það er best að játnan bara setja henni í klefa og halda áfram. Þannig við höfum kannski ekki tíma, það er bara þannig. Í bestu lausnina sem tæki kannski 30 mínútur eða eitthvað, sko. En það er einmitt, en ég held að það sé kannski bara vandamálið. Það er bara þjóðfélagslegt vandamál, já, þess vegna segja alltaf að það er betra að það komi 4 lögreglumenn á vettvangi en 2. Því að þeir koma 4, það verða minni vandræði og það er hægt að leysa málin með betri hætti, sko. Þannig að þess vegna erum við líka alltaf að tala við þurfum fleiri lögreglumenn því þá þurfum við ekki að vopnast. Þá þurfum við ekki að þessi tæki. Ef við erum bara nógu mörg á mótmælum þá fer enginn út á götuna af því við erum bara með vegga lögreglumennum. En það má alveg fara út á götuna. Já, við erum kannski ekki sammála það, sko. En það má náttúrulega alveg gera ýmislegt. Ég meina, friðsamleg mótmæli teljast til dæmis að leggjast í götuna. Já. Og þú veist, þetta er alveg hægt að komast fram hjá einhver, sko, þetta getur ráðherrabíllinn kannski bara keyrt í aðra átt, sko. Eða bara beðið. Og eitthvað slega þannig. Ég hafði nú mest gaman að það voru mótmæli hérna við utanríkisráðuneytið á Rauðarárstíg. Þeim gengu allan daginn og lögreglan gerði ekki neitt, en það var að þau utanríkisráðuneytið var flutt, sko. Já. Var það bara núna nýlega? Já, ég skil. Það, hérna... En þú veist, lögreglan kæmur ekki inn í ráðuneyti nema að vera hringt. Og það er þannig, það lögreglan tekur það ekki upp með sjálfur sér að mæta á mótmælum? Nei, alls ekki, sko. Þú veist, hún kemur ekkert neinstað nema sem bara beðið það. Og eins og með mótmæli, þá beðið leyfi, vanalega. Þannig að lögreglan veit að daginn áður og þá er reynt að týna eitthvað fólk skilur hver getur farið í mótmælin og oft eru bara einhverjir rannsóknarlögreglumenn þarna, komnir í órabúning í mótmælunum og meðan býða rannsóknindar. Skilur að því að það er bara ekki mannskapur í þetta allt saman. Og hvernig getum við lagað þetta? Við bara... Þurfum við lögregluna?
Þurfum við? Já, ég heldur þurfum nú lögregluna. Þurfum ekki bara eitthvað svona sérfræðinga? En ég get alveg samþýtt það, ég hef farið á Þorrablót upp í Sveit, sko, það gekk vel, sko, það var engin lögregla, skilurðu. Þannig að við eigum bara að vera að beita lögregluna á eitthvað svona öfgatilvik eða eitthvað slíkt, sko. Það fólk sem brýtur mjög illa á öðru fólki og þá þurfum við lögreglan til að grípa inn í. En auðvitað lögreglan sem minnst að skipta sér svona daglegum athöfnum borgarana. Minni mörg ár gastu bara að fara á þing, palla og setja þar og það var engin eitt að spá í það meira. Þannig að við höfum einhvern veginn búið til meiri vantraust og spennu í samfélaginu. Já. Og það þetta samband lögreglu og borgara og vantraustið sem hefur myndast þar á milli. Það kannski, eins og þú sagðir inn upp af við, kannski bara svona dæmi hvernig samfélagið Já, þetta bara samfélagið. Lögreglan ekkert annað en samfélagið. Þú veist, það bara þannig. Þannig að, þú veist, drauma útkall dagur lögreglunar þetta sé ekkert að gera. Það bara frábært og þú veist, og það minna að gera í hraðakstur ef við keyri þjóðveginn fram og tilbaka allan daginn. Það sjá allir löggun og keyra hægar. En það þarf ekki að taka neitt, sko. Þú veist, þetta þessar raunni forvarnir. Og þetta lögregluna inn í skólunum og beðja krakkana bara koma til tala við sig, þannig fáum fullt af málum. Og reynda með svona alls konar fræðsla, því ég vinn nú í kynferðisbrotadeildinni, þá veit ég þetta fræðsla sem fyrir skóla sem heitir krakkarnir í hverfinu, sem skilað fullt af málum til lögreglunar. Þú veist. Já, það frábært. Já. En af hverju fáum við aldrei góðar fréttir af lögreglunni? Já, það ekkert gaman að hafa eitthvað gott í fréttum, sko. Já, jú, það væri nú svo alltaf gott að einmitt að fá að heyra meira af þessu verkefni til dæmis. Já, þetta nú ekki vegum lögreglunar, sko, heldur samtakan, ég veit bara að þetta hefur skilað, sko, og þegar lögreglan kemur inn í unglingadeildir og eitthvað er að tala við og þá þetta mjög margir sem koma til lögreglumanns eftir og segja frá einhverju. Þú veist, það þetta sem við viljum að bara alveg eins og í gamla þeir tala enn það sem voru með hverfastöð hérna upp í Eddufelli, lögreglumennirnir. Og unglingarnir voru bara þar inni, bara héngu þar eins og í sjoppu og voru endalaust að segja þeim og ég veit að þeir unglingar eru enn að þakka þeim lögreglumannum, sko, fyrir Já, ég veit að unglingarnir upp úr Aldamótum og Nesinu en þá tala Sæmar Rokk. Já, akkurat. Þannig að við þurfum þetta dálítið að þessi tengsl og ég held að þetta vill ekki vera vígvæðast í heiminu, þú veist, það alveg nóg. Einmitt, og maður velta fyrir sér einmitt hvort að það sé, er þetta bara stefna stjórnvalda sem einhvern veginn, hún hefur svona sópast með alþjóðastemningunni? Já, ég held að sé þannig, sko. Við erum alltaf, þú veist. Og ekkert endilega það sem löggan vill? Nei, ekkert endilega, en við viljum ekki eitthvað keyra inn í gleðugönguna. Nei. Og eða er búið sannfæra okkur það sé hægt á því. En þið komið ekki vekk fyrir það, þú veist, ykkur ætlar að gera það og gera það? Já, við getum allavega að loka svona helstu götum með einhverjum steinblokkum eða eitthvað, sko, og haft lögreglumenn á fleiri stöðum, sko. Þannig að þú veist, þetta alþjóðlega stemmingin sem að skila sér til Íslands. Þetta óttinn, nú eiga að vera einhverju 20 skipulagi glæpahópar á Íslandi. Einhverjir þeirra frá Svíþjóð, einhverjir frá Albaníu. Einhverjir held að Solaris sé skipulagi glæpahópur, en það er annars samt það. Það getur vel verið að það sé í skýrslunni, sko. Þannig að þú veist að, ég meina, og hvað er skipulagi glæpahópur? Er það bara eitthvað, ég meina, það flestir sem að fremja einhverju stóra glæpi, þeir gera það yfirlögu ráði og væntanlega einhverju skipulagi. Jú. Ég með skipulagi glæpahópur gæti til dæmis verið þeir sem að gera hér út konur í vændi. Hér koma konur á ferðamann að passa reglulega, stundan vændi eru farnar aftur. Við erum alveg sannfærir það að þessar konur ekki skipulagið sjálfar, en þær mun aldrei viðurkenna það. Það einhver sem flytja til landsins og við vitum það alveg að þú veist það einhver hópur í Ítalíu sem að flytja konur til Íslands og svo tilbaka og einhver að flytja fíknefni, að selja falsar vörur getur verið skipulegur glæpur, sko. En auðvitað er þetta væntanlega mest í kringum fíknefnin, en mjög mikið ég myndi segja þarna að þessi asísku veitingastæðir skipulagi glæpahópur, kringu naglastóðin skipulagi glæpahópur, þetta fólk sem að misnota annað fólk.
Þannig, og skipulegu það og færða Ég held að fólk sko þegar að tala skipulega glæpa að hópa þá sjáu fólk fyrir sér hérna svona guðföðurinn og hérna Hells Angels og hérna Hells Angels vilja reyndar meina það á Íslanda þeir séu ekki skipulega glæpa hópur. Nei, ég veit það ekki en það nú verið fyrst nóg mikið með þeim sko en ég held þú veist til dæmis mannsal í heiminum það vantilega stæðst í byggingariðnaði. Þú veist, það verið að misstunda hér á Íslandi fólk í byggingariðnaði. Sko. Já, við hérna, menn vitum þetta. Já, en við kannski föttum ekki að þetta skipulagur glæpahópar sem gerir þetta. Þetta ekki bara einhver verktæki upp í Mosó sem tekur þetta upp hjá sjálfum sér, sko. Heldur færa þetta fólk eitthvað stað frá og slíkt og sumir segja það sé rauninni ekkert sérstaklega mikið græðandi og fíknefnur lengur heldur sé þetta komið í annað sko. Hvernig, bara svona áður en ég sleppi þér með netglæpi, nú er lögreglan búin að vera mikið að auglýsa á netinu að hérna, það séu svona óbrútnir aðalar þeir séu villausir heimildir en hvernig netglæpadeild lögreglunar? Af því að ég man eftir fyrir nokkrum árum síðan, þá var hún bara varla til. Já, hún er til, og ég hef nú starfað í hún er innan fjármannabrotadeildar, en þetta svo ofboðslega erfiðir glæpir að upplýsa vegna þess að það gerast á nokkur klukkutímum. Og þarna ef þú hringir ekki í mig á sama klukkutímum þú ert plötuð, þá bara nægir sennilega ekki í peningana, sko. Og þetta eru, sko, þetta svona vasaþjófar samtímis. Já, það er dálítið mikið ástarsvik í þessu, að það er búið að vinna traust fólks og jafnvel þegar maður segir ekki senda meiri pening, þá er það samt sendur. Það er mikið verið að plata fyrirtæki, að láta það senda eitthvað vitlaust, það verið að selja vörur. Ég hef verið með mál sem byrja á Tinder. Skilur, þetta er út allt og svo er þetta bara komið. Ég talaði við bankastarfsmann, hún sagði að það tekur mig 15 sekundur að senda peninga til Hong Kong. Já. og svo náttúrulega því miður er óbúslega mikið fólki sem ætlar að græða sjálft á rafmynd og veit ekkert hvað það er að gera. Og ég spurði einhvern mann hvaða rafmynd var það að kaupa? Já, hún heiti kryptó. Já, það er rafmynd. Það er rafmynd, það er ekki tegundar rafmynd. Skilur, þannig að það virðist vera auðvelt að plata fólk. Og þú veist, ég gást upp að vinna og ég finnst ég gera meira gagn í kynferðisbrotum því að oft er þetta alltaf bara græðki. Fólk allir að græða meiri pening sjálf og lætu plata sig sko. Og þess vegna alltaf tilkynni ekki allir. Og það er kannski ekkert endilega þá, svona í verkahring lögreglunar að hérna, þið komið ekki beint í veg fyrir það að fólk gerir vitleysu. Nei, við komum ekki í veg fyrir það, við erum svona að reyna að upplýsa þetta og þetta það er alltaf að reyna að byggja upp betri dild og nú að búa til eitthvað gáttar sem fólk getur tilkynnt inn sko. Einu sem lögreglun getur gert er að kannski kortleggja þetta og skipta þessu upplýsingu önnur lönd, þú veist. En hvernig svona eftirlitshlutverk lögreglunar gagnvart ríkinu? Já. Hvernig virkar það? Gagnvart ríkinu? Já, bara svona að því að lögreglan, ef hún er í ykkur svona hvað ég var að segja, svona forvörnum og að reyna að koma í veg fyrir glæpi. Beinist það einhvern veginn svona inn á við og svona aftur á bak, þú veist, Ég veit ekki við nú, þú veist að það var að vísi spilling og það var ekki haft mörg spillingamál á Íslandi, sko. Ég held að Bjössi hérna frammi sig hósamlega því. Hann skrifa heila bók það. Já, en þú veist sem hafi verið rannsókuð að lögreglu, sko. En það myndi væntanlega verið undir, ég ætla að þetta ekki að vera héraðssaksóknari sem hefði eftirlit með því. Og þarna, en það við erum alltaf alls konar dæmið, þú veist, alþingismenn þurfa að skrá hvað þeir kaupa og alls konar eitthvað, þú veist, við erum eitthvað að reyna að gera og ég kannast ekki við það, sko, heldur innan lögreglunar að eitthvað ráðherra hafa komið og skipað mig fyrir að gera eitthvað. Nei. Það er, þú veist, ég hef ekki lent í því. Nei. Og þó búin að vera í lögreglun síðan 2000. Þannig að allavega svona greinileg spilling er ekki, en við sáum svo sem alveg að því ég var nú í hrunrannsóknum líka, þá sáum nú alveg marga ráðamenn sem höfðu átt í mörgum bönkum og ýmislegt og kannski á mörgunum, sko. Ætlar ekkert að segja frá þessu öllu? Ætla ég? Já. Ég held helst að ég fari að lenda í fangelsi fyrir að hafa rannsakað þetta. Mér heyrist það öllu að þetta hafi
það skrifaði nú hérna, held ég, blaðamaður sem kallar sig blaðamann á Morgunblaðinu, að ég hef fyrir offar í hruninu og offsótt fólk. Þannig að þarna, jú, kannski segir maður reykt frá þessu, en maður, ég get alveg viðurkennt það, maður upplýði sig að hafa þjóðin á bakinu þá, að maður ætti að upplýsa þetta og þarna, en þá til dæmis var löggjöfin þannig að það var hægt að fá hæstalega 6 ára fangelsi. Alveg saman hvað gerðir. Þannig að við vorum nú fljótt eiginlega búin að láta refsa öllum sem hægt verið að refsa og heldum þessu áfram að rannsaka og þeir fengi enga viðbótar refsingu. Nei, akkurat. Fjölnir Sæmundsson, þakka kærlega fyrir að koma hérna og ræða málefni lögreglunar. Það var mjög gaman að spjalla við þig. Ég velti lögreglunni mikið fyrir mér. Takk. Og ég tók við það meira hér handa við auglýsingar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is